Ég mættur í Ólafsvík og komin hérna í réttarskó. Ég með Hilmar og Vagn með mér, en þeir eru í stjórn félagsins. Við byrjum bara aðeins á byrjunum. Skógræktarfélagið hérna í Ólafsvík, hvenær var það stofnað? Það stofnaði 1970 og að bara kraftmiklu fólki. Já. Sem að hérna byrjaði gróðursetningu held ég 73 og hérna það var erfitt fyrst en með þrautseigju þá er þetta komið sem við erum í. Já. En þið náttúrulega kannski ekki búin að vera frá byrjun, þið komið svo krafti inn í þetta bara ekkert fyrir svo löngu síðan. Fyrir 8 árum. 8 árum, já. Og Vagn þá sem formaður og ég sem gjaldkeri. Já. Og við höfum verið síðan. Ok, og ég ætla að sé það á Facebookinu ykkar, þið erum svona frekar duglegir að gróðursetja, þannig að það búið að vera svolítið kraftur í þessu, ekki? Jú, við erum búin að gróðursetja á þessum 8 árum. Við reyndum að gróðursetja ekki í sumar, en við erum búin að gróðursetja ábyggilega einhverjar 80.000 plöntur. Já. Og hérna, og það er bara að gera sig rosalega vel. Já. Það er bara hinn og þessar tegundir og mikið af birki, mikið af furu og sitkagræni. Já. Og þetta er að gera sig rosalega vel. Já. Þetta tekur auðvitað tíma en það er að gera sig vel. Er einhverjar tegundir sem að vaksa betur en aðrar eða er þetta bara svona? Það er hrímurinn. Já, ok. Hann er alveg upphaldi. Já. Já. En hafið þið alveg ágætið svæði? Komist þið eitthvað upp og til hlíðar eða hvernig er með landið hérna? Sko, við erum eiginlega búin að fylla landið okkar. Já. Og já, gott betur en það. Við erum búin að stelast aðeins út fyrir. En hérna, við eigum land hérna utar í bænum. Já. Sem að er reyndar bara erfitt land. Það þyrfti að vinna það til þess að setja honi. Það er ekkert vitið að setja það svona. Nei. Við eigum svolítið pláss þar. En það er bara, já, það er svolítið orðið þröngt okkur. Já. Svo má kannski líka segja sko að það er svona draumur, fjarlægur draumur, að það er að gera bara græna trefil utan Ólafsvík. Já. Þannig að byrja alveg undir enninu og þar. Já. Og við erum raun og veru búin að vera að gróðursetja þar og svo hérna alla leið. Já. Tengja þetta allt saman. Já. Og ef að við förum í þetta verkefni þarna utar, að þá erum við að klára þennan trefil alveg. Já, ok. Sem er virkilega skemmtilegt sko. Já. Þegar við tökum við þessu þá var þetta bara svolítið lokað. Já. Það voru engin stígar og við fórum í það þá bara strax á fyrsta ári að láta gera stíga skóginn og eftir það þá er fólk verið að njóta sko. Já. Mikið verið að labba og tína sveppi og bara mikill umgangur. Já. Og líka það sem ég veist mestu verð að fólk gengur vel Já. Já. Það er nú fyrir öllu. Já. Og við höfum líka aðeins verið með svona viðburði, við vorum meðal annars með núna jólin vorum með viðburð hérna í samstarfi við kirkjukorinn. Já. Það var jólastemming, vorum með jólatré og vorum með bálpönnu og krakkandi komu og fórum að hópa hérna upp eftir og voru að segja sögur og það var sungið og jólasveinarlæti. Já. Geggjað. Og þið eru ekkert að selja jólatré þannig? Nei. Við höfum prófað. Við prófuðum það. Já. Úr skóginum eða fenguð aðsent eða? Nei, við vorum hérna bæði við að selja úr skóginum og svo var hérna ungmennafélag að selja sem hefðu komið annars staðar frá. Okay. Það var svona samstarfsverkefni. Ungmennafélag sem sagt selur lifandi tré og við fórum í samstarf þannig að þau komu og seldu hérna og svo gat fólk farið inn í skóg og náð sér í tré. Já. Það er ekkert smekið við það að fólk tækju bestu tréin. Jú, ég taka skrautið skóginu. En ég var ekki kæruleysir um það. Já. En eitt svona, þegar þið tóku við, var þá ekkert nafn á skóginum eða var þetta bara, er ekki nafnið svona frekar tiltölulega stutt síðan það kom eða? Jú. Eða hvernig er það? Nei, hann var ekki með neitt nafn og við héldum þá bara hérna samkeppni nafn, fólk skilaði tillögum og hérna úrvarð hann heitir Réttarskógur og með tilvísin í þessa fallegu rétt. Já. Hvað getið þið sagt mér þessa rétt? Þetta er náttúrulega sko ævargömul rétt og hérna voru sem sagt bændur á svæðinu voru hérna hver og einn með sinn dilk og dilkarnir voru náttúrulega misstórir eins og sjá má og hérna það fór eftir efnahag hversu stóri voru og svo sagðu þau líka sko það mátti sjá á réttinni að fór eftir sem sagt hversu vel hlaðnir væru.
þannig maður gátt alveg séð efnaði þeirra. Já. En Guðrún Tryggvadóttir, fullorðin kona í Ólafsvík, tók þetta svolítið upp á sína arma og hefur staðið fyrir þessu að þetta væri sem sagt hlaðið upp á nýtt. Já. Og bara með eindæma dugnaði og þrautseigju, safna peningum og farið í þetta. Ég held að þessi búið að gera eina 15 dilka og það var nú ég hef nú heyrt á tölu að það sé svona í kringum sko 700.000 sem hver dilkur hefur kostað að hlaða upp sko. Já, ok. Þannig að þetta er búið að kosta sitt Já. og bæði tíma og peninga sko. Já. Og er þetta, ég sé hérna einhver, hérna er hægt að fá frekar upplýsingar hérna réttina? Já, þetta er QR-kóði. Já, þetta er bara geggjað. Hörðu, ef við ekki að kíkja aðeins inn í skó og sjá hvað við finnum þar? Gerum það. Erum við að tala um að þetta sé bara flottasta spott í skógi á Íslandi? Já, við erum að gera það. Já. Hérna, hvað heita þessi fossar hérna? Þetta heitir Tvífoss, hérna fyrir ofan. En fossarnir eru raun og veru 3. Já. Þannig að sá þriðji er hérna inni og maður bara sér hann ekki frá þessu sjónarhorni. Já. Og svo kletturinn hérna í miðjunni, hann heitir Þumall. Já. Og það er raun og veru hægt að labba í kringum hann sko. En maður sér það svo sem ekki nógu vel frá þessu sjónarhorni. Ok, og er hægt að labba hann upp yfir eða? Hvernig er stígur þarna? Nei, það er ekki stígur þetta upp yfir sko. Við erum svo sem ekki verið að beina fólki þetta upp yfir. Þetta er líka fallegt tíðan bara? Já, þetta er mjög fallegt sko. Já. Og er, eins og sé, gríðarlega fallegt eða vatni í þessu. Já. Alveg óbáslega fallegt. En þið voru að tala um áðan að það er mismikið í fossinum og í bara læknum. Já, hvernig, er þetta bara eftir árstíðum eða? Já, ég bara leysingum á vorin og hefur svo sem komið bara hausti hjá okkur, bara gríðarlegt vatni í þetta sko. Já. Og við erum svolítið í vandræði með það varandi hérna aðgengi að svæðinu en við erum búin að brúa hérna og það er bara, þetta verður haldið. Já. Þessa brýr, það er það sem að þið hafi komið eftir að þið tóku við það? Já. Ok. Og hvað eru margar, hvað hefur þurft að brúa marga? Við erum búin að setja hvað, 4? 4 brýr. Og þetta er, maður sér þetta svolítið almennilegt? Þetta er almennu. Já, það var að berast hérna bara stórgrýti úr þessu hérna á hana og yfir hana. Já, ok. Og stendur þetta nú allhátt sko, samt. En þetta er gríðarlega kraftar á ferðinni þegar vatnið er. Já, trúi því. Já. Ég sé að hér er búið að grisja. Eru þið duglegir að grisa? Hefur þið verið að setja mikinn kraft í það eða? Nei, við erum ekki verið duglegir í það. Nei. Alls ekki. Svolítið samt eins og sko inn í hérna Raríksskóg sem kallað er. Að það er búið að hérna uppkvista og hérna líka eitt rjóður hérna inni. Það sem er búið að taka upp, þannig að þetta er alltaf orðið bjartara og aðgengilegra. Og svo líka þá vorum við með einskipti fyrir jól eins og kom fram áðan og þá hleyptu við fólki hérna inn og það fekk að saga sér niður. Þetta hefur kannski verið eitt af þessum trjám sem að fóru þá. En það er alveg... Það sér við líka fyrir viki sko, við hefum búið grís í kring. Þá var það hinn fallegri sem ekki standa sko. En í raun og veru sko er aðgengið til þess að gera þetta koma efni út. Þetta eru bara mjóir stígar hjá okkur. Að fara í einhverja alvöru grísun sem það kannski þarf að gera. Af því við erum að sjá alveg gríðarlega vöxt í þessu. Að það sem það er svo vont að koma efni frá okkur. Og hérna, en það þyrfti að gera það. Bara til dæmis eins og hérna, svæðið hérna, þetta er alltaf að vera fullt, þetta er þétt sett niður og það þarf að taka eitthvað af þessu sko. Sé hérna flottar tröppur og svona, þið voru að segja mig frá því að veraldarvinir hafi gert þessu tröppur eða hvernig? Já, þetta er hópur á vegum sem kemur í gegnum Skógræktarfélag Íslands sem að Snæfellsbær hefur stutt okkur peningalega með að fá. Þau hafa komið til okkar á hverju sumri núna í 7 ár, komið ekki í sumar
og hérna, það er bara flotti verkstjórar með þeim og þetta fólk kann að vinna og þeir kenna þeim að vinna og þau gera svona fallegt. Já, þetta er svona, gerir svona, þetta er svona einhver fegur skóri svolítið, eða það gerir það, þetta er skóalegt og eins og bætir aðgengi. Já. Jón Ásgeir og Narfi er að vera með þessum krökkum og þau eru bara rosalega klára á þessu sviði, gera fallega hluti. Frábært. Það prófa svo flottu tröppur hérna. Við erum hérna með Hrym. Þú varst að tala það áðan að hann hefur dafnað nokkuð vel. Hann er að gera sér rosa vel hjá okkur. Þessi planta hérna er sett niður 2017 og er komið núna bara í þetta 1,80. Já, það er nú ansi gott svona. Já. Ekki eins og orðið 10 ára gamalt. Okkur finnst það alveg svakalega, mér finnst það svakalega skemmtileg planta. Já. En hún er, með Hryminn, hann er ekki eitthvað blöndun, hvernig? Jú, heitir hann ekki Þröstur Eysteinsson sem að var að vinna í þessu hvað segir við, hanna þessa blöndu. Já. Þá með Evrópulerki og Rússalerki að reyna að ná fram hörkunni í öðru hvoru þeirra og vaxtarhæði hinnu og það hefur tekist vel. Og það er nú seltan á þessu hérna en það er að vaxa rosalega vel. Já. Þið hefur ekkert verið að fá hann alltaf eða hvernig er það? Nei, bara eitt skipti eða? Því er nú verið. Við fengum bara sendingu þarna 2017 og svo hefur þetta bara ekkert verið á boðstólum hjá Skógræktarfélaginu. Nei. En við erum sérst búin að vera setja í þessar brekkur og... Já. Hvað heita þessar brekkur hérna? Þetta heita semst krókabrekkur. Það er göngustígur hérna upp brekkunar sem er svona krókaleið. Þetta er aðal berjaland Ólsara. Og svo áin, eða lækurinn hérna heitir Hvalsá og Hvalsárfoss hérna á bakvið líka, mjög fallegt. Og hérna er bæði hér á bakvið, þetta leiti hér, þar er brú og svo er eins brú hérna, við sjáum hana aðeins, hérna fyrir neðan. Þannig að búið að bæta aðgengi alveg á svæðinu. Og þið eru að passa svolítið berjalingið og ekki hvað? Það er reynt að passa svona upp að vera ekki að gróðsetja beint ofan í bestu berjasvæðið. Við Sigurður, vinur minn, við höfum sagt að við séum vinir berjalingsins. Við setjum ekki ofan í það og fáum bara betra berjaland þegar upp í staði. Ég sé hérna ýmsar tegundir, birki og asp og greni og það er svolítið fjölbreyttur skógurinn. Hann er það, já, hann er það. Við erum ábyggilega búin að vera að vinna í einhverjum 7-8 tegundum. Blágreni, sitkagreni, stafafuru, birki, Hrym og bergfuru settum við einhvers staðar. Já, við erum búin að vera að setja, það er mjög fjölbreytt. Já, sá ekki elri hérna líka? Jó, elri og... Þannig að, já, það er svolítið gaman. Eins og maður lappar hérna, þessi stígur hérna sem liggur og maður hefur fossinn hérna og einmitt svona ýmsa tegundir, það er svolítið skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt svæði hérna, finnst mér. En það er líka eins og Hilmar kom inn á áðan að, þú veist að ég held að fólk vilji hafa þetta svolítið upp á einhverju óværu að séu lauf og greni. Algjörlega. Það fari ekki allt til fjandans. Þannig að ef kemur einhver óværi í einhverju tegundin og hún bara lognast út af þá sé eitthvað sem stendur eftir. Já. Það sér aðeins að það er einhver óværi hérna í birkinu hjá okkur. Já. Það er ekki mikið. Nei, þið hafa ekki lent mikið í því hérna. Nei, við erum sloppið vel. Já. Það er líka langt í burtu frá öllu, eða ekki? Já. Við erum að fara heimsins.
Herðu, höldum áfram. Við ætlum að segja þetta gott núna, en höldum áfram að skoða réttarskó í næsta myndbandi. Endilega gerið subscribe til að vita hvenær næsta myndband kemur og fylgjast með okkur skoða skóga á Íslandi.